Já, hérna undir efni í kennsluvefinu, hérna er efni, þar er síðasta lokapróf, kafli hérna, síðasta lokapróf og lausn á þessu prófi. Ég ætla að opna það, þið hafið aðgang að þessu núna, ég útbjó lausn á þessu prófi og ég ætla rétt að renna yfir lausnina núna. Hérna kemur hún og þá byrjum við hérna að þetta er þetta venjulega að teikna upp grunnhliðin, merkja inngang og útgang og teikna sannleikatöflurnar og merkja inn í þær og skrifa síðan formúlur allra hliðana. Og síðan kemur hérna B-liður, þá þurfum við að teikna rökrás sem er byggð upp af grunnhliðum. Grunnhliðin eru bara 3 og þau eru hérna fyrir ofan, not, and og or. Það er bara þau hlið sem við megum nota í teikninguna hérna fyrir neðan. Og þá getum við byrjað að sjá hérna að fyrir ofan A, þar kemur bara mjög langt strik, þannig að það kemur seinna við sögu inn í annarkvort 1 orhlið, það gætu líka verið 2 orhlið, það er allt í lagi, en það eru hérna 3 liðir, plúsin skiptir liðum, þannig að það er A annars vegar, svo er það þessi neitun með B og C fyrir framann hérna and hliðið hér og svo er önnur neitun, það er 3. liðurinn, það er þessi neitun hérna og hún er hér neðst með D sinnum E með and hliðinu hér og þá er rauninni að setja fyrst upp það sem að er raðtengt B sinnum C inn í andhlið og D sinnum E, það sem er tengt saman með svona neitun, það þarf að fara saman og síðan að setja not-hlið fyrir aftan andhliðið. Nú, síðan kemur neitunin yfir allt saman, hún kemur hérna í endan þegar við erum búin að fara í gegnum orhliðið og síðan að merkja ypsilon sem útgang. Og það er ágætt að merkja síðan aftur til þess að vera alveg viss inn á teikninguna hvað kemur út úr þessum hliðum og merkja sinnum hérna í þessu hlið og plús hérna í þetta, þannig að við sjáum að það sé alveg örugglega sú rás sem að við áttum að teikna upp samkvæmt formúlunni. Og hérna myndum við skrifa A sinnum B og síðan eftir þessa neitun náttúrulega streik fyrir ofan og svo framvegis hérna D sinnum E hérna og neitunina fyrir ofan D og E og síðan er plús hérna í þessu, þannig að A-ið kemur þá fyrst, síðan B, C neituna útgangurinn hérna og D, E neituna útgangurinn hér inn á sem inngangar á orð og síðan er neitun yfir öllu saman og það er not-hlið í restina. Passið ykkur, bara nota grunnhliðin, ekki samsettu hliðin, því að þau eru ekki grunnhlið, heldur þá er búið að byggja neitun í eins og or og þá heitir það nor. Eða þegar búið að byggja neitun inn á and þá heitir orðið nand. En við notum þau ekki akkurat í þessum lið. Nú, þá er það næsta. Við eigum að teikna inn á myndina sem að var hér. Þetta voru reynda 4 hlið. Það sjá hvort ég finn ekki þá skrá. Já, svona. Það er þá
hérna, já, það voru svona 4 hlið og við sem að það eru 4 hlið inn í svona IC-rás og getur verið að það sé sett upp svona eða eins og ég var með inn í IC-rásinni sjálfri og þyrfti að tengja spennu, gjafaspennu og tengja ónotaða innganga. En það er ekki, það þarf ekki að gera allt svoleiðis inn í þessu dæmi hérna, heldur bara að teikna inn á myndina hvernig maður tengir á milli hliða til þess að fá andvirkni. Og þá þurfum við í rauninni bara að neyta þessari neitun á nandliðinu með því að tengja annað nandlið við og breyta því í not með því að tengja inngangana saman. Það gerum við þá bara svona, tengja inngangana saman til að nota neitununa hér til að upphefja hina neitununa og þá vorum við góðum með grunnvirknina and. Og þá merkjum við sem sagt B-lið hér A og B og útganginn Y. Jæja, þá er það 3. liðurinn, það er að skrifa formúlu rásarinnar og þá þurfum við að rekja þetta eftir því hvaða bókstafur kemur gegnum hvaða hlið. Eins og hérna sé með neitun, gott að byrja því að skrifa það og síðan kemur B líka. En þetta er nand, þannig að það er sinnum á milli B og C og ekki gleyma því að C er hérna með neitun, halda því áfram. Svo kemur neitunin út af þessu neitun hér á nandliðinu, setja strik fyrir ofan þar og það kemur sem inngangur á norhliði hérna og þá skrifum þennan þátt algjörlega upp hér, B sinnum C með neitun og neitun yfir það hvorutveggja, B og C, síðan pluss A og neitun þar fyrir ofan. Þetta er annar inngangur á norhliðinu hérna í restina, en við skulum gá hvað kemur hérna fyrir neðan. D og E er hliðtengt saman með pluss og síðan kemur neitun fyrir ofan það með norhliði hérna. D pluss E með neitun og F-ið er neitað hérna fyrir neðan, svo að út úr nandhliðinu sem kemur næst þá höfum við D pluss E með neitun yfir L svo komið inn á innganginn sinnum, af því að það er sinnum í þessu liði, F með neitun og neitunin á nandliðinu kemur þá yfir það allt saman. Síðan í lokinn kemur Y-ið, það er sama sem allt sem er hérna fyrir ofan A pluss B sinnum C með neitun og B og C var með neitun og síðan var neitun alveg yfir á A-ið frá C og pluss á milli hérna vegna þess að þetta er nor. D pluss E er alveg eins og var hérna fyrir neðan, þetta kemur allt saman hérna til hægri og sinnum F með neitun og neitunin þar fyrir ofan það allt saman og að lokum er þessi neitun hérna yfir öllu og síðan er að það gerur síðast að telja alla neitannar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og tekum að því hvort að það er allar 7 neitannar í formúlunni hérna. Þá er hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neitanir. Þá ætti þetta að sleppa. Akkurat. Þá er það næsta atriði, það er minnisþátturinn og við erum að teikna NAND flip-flop og merkja set og reset á inngangana og nota rétt tákn, NAND tákn og það er alltaf staðsett þannig Q-ið er að ofanverðu aðalútgangurinn og Q-not að neðanverðu. Og síðan eigum við að skrá hver er óæskileg staða á inngöngum. Það er 0 vegna þess að 0 skiptir NAND minnistættinu. En ef það er 0 á bæði set og reset, þá þvingast báðir útgangarnir í háttgildi. Þá er 1 á Q og Q-not og það er mjög óæskilegt. Svo þetta er þannig og við höfum áður farið yfir NOR en það sem breytist þar er að set er að neðanverðu og reset að ofanverðu. Hitt er náttúrulega bara NOR táknin af
hliðunum, en Q og Q0 eru alltaf á sínum stað. En þar eftir á móti væri háttgildi sem óæskileg staða á set og reset, en sem myndi þvinga útgangana í láttgildi, Q og Q0. Nú, skulum ekki rugla okkur í þessu, förum í stigaritið og hér þurfum við að setja upp formúlu sem stigarit. Hér höfum við innan sviga, þessa sviga, höfum við hliðtengingu á A, B og Y. Það allt saman hliðtengt, hlúsin hliðtenging og það það sem að svíinn, hann heldur þessu öllu saman þannig að séð raðtengist við svigan. Síðan hliðtengist það sem kemur hér, D sinnum E, það innan annars sviga, því að það raðtengt og það hliðtengist við allt sem á undan gengið. En séð hérna, það kemur út í útganginn vegna þess að þetta einn liður af þessum þremur sem að hliðtengis út í útgang. Þess að fyrsti liður sem hliðtengis út í útgang svíinn og séð, annar liðurinn D og E og þriðji liðurinn F. Ef einhver af þessum liðum gefa háttgildi þá hár útgangi. Og þegar að D og E eru komið hérna raðtengt og hliðtengist hérna úti, þá eigum við bara eftir að merkja F-ið sem að hliðtengist hérna líka við algjörlega. Þannig að útgangur verður hár ef að eingöngu F með háttgildi. Svoleiðis nú þetta. Þannig að svíinn hefur líka talsverð áhrif í þessu til þess að túlka það hvernig þetta tengt saman. Nú, þá skulum við fara í 7. lið og breyta þessari segulegastýringu í stigarit. Og við þurfum að taka tillit til þess sem stendur í tengiskránni. Allir rofar sem að koma hérna inn á, þeir eru tilgreindir hérna hvort að þeir eru normally closed eða normally open og við þurfum einmitt að passa okkur á því að í stigaritunum eigum við ekki að setja neitun ef að það eru normally closed rofar sem að tengjast inn á inngang, því að þá búið að setja háttgildi á viðkomandi inngang. Þá skilyrðið orðið uppfyllt og viðkomandi þáttur í stigaritunum gefur samband. En normally open rofar verða bara normally open inngangar, þættir úr inngangum. En það sem að helst hér síðan varðandi neitaðar snertur, allar snertur sem eru úr útgöngum hérna eða segulrofum og tímaliðum, þær verða að halda neituninni. Það verður að vera neitun í stigaritinu. Og eins og neitun hérna frá tímaliðanum, K3, það verður að halda sér. Skoðum það betur, því að hér þá gott að snúa blaðinu við og horfa aðeins í gegnum það í skært ljós og sjá maður hvernig þetta leggst sem stigarit og þá setjum við fyrsta þáttinn hérna sem inngang 1 í 1 og í 2 og svo framvegis og þennan S5 hann megu ekki það má ekki vera neitun þar og ekki heldur neitun á S1 þeir verður bara vera opnir alveg eins og S2 hérna. E1, E2 og E5 allt saman svona normally open þættir. Hins vegar verður að þetta vera normally closed. Skoðum það hérna og ég þá með hérna E1 hérna, E2 og E5 hérna allt saman normally open hér en T1 verður að vera með neitun.
Ég setti hérna þetta saman þannig að getum skoða þetta hlið við hlið. Ég ætla að reyna að ná í það. Skulum sjá. Það kemur hérna, já. Þannig að þessi mynd hérna til hægri, eins og þið sjáið, af rásinni og sögulega stýringin þá þar. Það er búið að snúa henni þannig að hún lítur svona svipað út eins og stigaritt, en þá er auðveldar að koma þessu yfir á rétt form á stigarittinu. Og við sjáum það S6, hann verður hérna I6, ekki neitt þar. Q2, það er K2 hérna, hann er með sjálfveldi hérna, og Q2, hann verður áfram með sjálfveldi hér, Q2. Og þessi K3, það er tímaliðið sett út, 5 sekúndur þarna. Það hef ég bara merkt sem TT1 og það er trigger fyrir timer 1. Og hann er með sína snertu hér sem að verður að vera normally closed, því að eftir ákveðin tíma þá gefur hún aftur samband. Hún kemur strax inn og rýfur þetta þegar að straumur kemur sérst á TT1 af því að hann er sett út, kemur strax inn. Nú hér ef að Q1 er inni þá rýfur hann hér strax fyrir framan Q3 og þessar snertu hérna líka. Hér er Q1 líka með snertu. Svo að þær snertur hérna úr K1, við verðum að hafa það alveg eins. Það verður að vera neitanir hérna úr Q1 hér og hér. Allstað það sem er útgangur með snertu sem er neituð. Það verður að haldast. Hins vegar, við erum að passa okkur á þeim rofum sem tengja alltaf inn á vélina eins og I5, eins og S5, S6 og S7. Þeir gefa samband inn á vélina, þess vegna komið samband hér og samband hér. Þeir tengja allir saman. Þannig að þetta er háttgildi, háttgildi, háttgildi og allt í góðu lagi. Þegar við rjúfum hins vegar, þá rofnar hérna líka. Svo að þannig virkar þetta. Og reyndar S8 er líka alveg eins. Hann tengir straum inn á vélina, svo að hérna erum við með háttgildi. Í E8, hér er háttgildi og það gefur samband. Hérna K6, hann verður að Q4 samkvæmt tengigráni og hann er með sína sjálfveldi hér. Og TT2, það er seinna inn, það er hérna K5, hann er með snertu hér, T2 og það er bara venjuleg normally open snerta, við erum ekkert að hafa ágjur henni. Svo að þrýstirófarnir til þess að ræsa, þeir eru algjörlega óbreyttir, það er alltaf bara normally open allstaðar á því. Og svo að þetta er sem sagt stigaritið sem er búið að breyta þá þessari segulega stýringu svo að það virkar nákvæmlega eins sem stigaritt. Ljómandi. Þá er það síðasta spurningin, 7. Hvernig gerum við stigaritt fyrir þessa virkni hérna? Hérna er sleituringjarmótor og það á að ræsa hann á að fara í gang og svo á að vera hægt að stöðva hann með S2. Ræsan sérstaklega með S1 og stöðva með S2. Og þá á að virka þannig að við þrýstum á S1 og þá kemur K1 inn. Það er höfuðrofinn hérna. Eftir 7 sekúndur þá kemur K4 inn. Þá verður aðeins minna viðnám í snúðurásinni, þá fer mótorinn aðeins meiri hraða. Og eftir 5 sekúndur þá kemur K3 inn og að lokum eftir 5 sekúndur þar í viðbót kemur K2 inn og þá er mótorinn komin á fullan snúðinshraða. Þá er skamhleypt hérna við snúðin, sem sagt 3 sleiturhringir eru þá búin að tengjast saman.
Svo að við skulum skoða hvernig þetta myndi þá líta út sem stigarit. Við ræsum hérna, það vantaði hérna merkja þá S1 og stoppið er hérna þá niðri, S2, en þegar við ræsum með S1 þá kemur höfuðrófinn Q1 sem tengir út á K1 og hann gefur stöðugan straum eða stöðugt samband út á trigger fyrir tímaliða 1 og hann telur í 7 sekúndur. Eftir þann tíma þá fáum við merki á Q4 sem kemur inn og við sjáum að hér er ekki sett því að það þarf ekki. Q1 set heldur öllu inni. Q1 er inni, snertan Q1 er inni, heldur tímaliðanum inni og þegar að tímaliðin er búin að telja upp í 7 sekúndur þá gefur tímaliðin samband hér sem að heldur áfram að gefa merki út á Q4 og Q4 helst inni þess vegna og heldur þessari snertu áfram inni eða þessum þætti. Það verður þá stanslaust merki út á trigger fyrir tímaliða 2 og hann telur í 5 sekúndur. Eftir það gefur þessi þáttur merki út á Q3 og hér á ekkert að vera sett, þetta hefur verið einhver vitleysa hjá mér, og Q3 það er alveg óþarf að vera með sett hérna, hann heldur síðan straum eða þessi þáttur gefur áfram samband á T3 og T3 tímaliðin þegar hann er búin að telja 5 sekúndur að þá verður þessi þáttur virkur, snert á honum, gefur út á Q2 og þá er mótorinn komin á fulla ferð á K2 og svona gengur hann á fullri ferð mótorinn þar til að við stoppum hérna með því að þrýsta á I2 og það þarf að vera neitun hérna vegna þess að stopprófin er normally closed, S2. Og hér, af því að ég hef óvart sett hérna, þá þyrftum við að hafa líka reset hérna fyrir neðan á því, en hér átti ekki að vera sett, hérna er villa hjá mér, sem ég tók ekki eftir. En þá er ég búinn að fara í gegnum þessa lausn alla saman og ég er bara að óska þess að ykkur gangi vel í prófinu. Takk fyrir.